Hefjum við bæjarstjórnarfund. Ég vil ekki vera að skemma það fyrir fólki. Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forstöðumaður stjórnsýslusviðsins hér eru í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 268. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Á dagskrá fundar í dag eru síðar umræða ársreikning Fjarðabyggðar og stofnunar árið 2018. Fundargerðir bæjarins númer 610 og 611 og 612 teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 231, landbúnaðarnefndar númer 22 og 23, hafnarstjórnar númer 218 og 219, íþrótta- og tónlistarnefndar númer 59 og barnaverndarnefndar númer 99 og 100. Ásamt því að hér eru nokkur almenn mál, sagði hann fyrst reglur garðslátt fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, reglur snjómokstur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, reglur kjörinna fulltrúa, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020-2023. Þetta til að reglum gerð fjárhagsáætlunar, við erum að hefja fjárhagsáætlunarvinnuna fyrr eða það alltaf stemt á það. Síðan hefur viðauki 2 fjárhagsáætlun 2019, viðauki við fullnaðarafgreiðslu, samþykkt breyting á samþykkt stjórn Fjarðabyggðar og fundarsköp bæjarstjórnar, umferðarsamþykkt Fjarðabyggðar, breytingar á henni sem hafa orðið frá því hún var afgreidd hér í bæjarstjórn. Og stjórnkerfisnefnd skipulagsbreytingar á stjórnkerfi sveitarfélagsins og stjórnkerfisnefnd, þessi báðir þessir liðir sem falla undir stjórnkerfisnefnd eru hér sérstakir liðir. Í tengslum við þá liður 21 sem við munum taka hann sérstaklega hér eftir, en hann mun fara aðeins til frekari skoðunar og vinnslu, en öðru leyti verður hér göngun út til dagskrár. Og hér fyrst á dagskrá á fundi bæjarstjórnar ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnunar 2018. Þetta síðar umræða. Ekki hafa orðinina breytingar á ársreikningi, hvorki fyrir sveitarsjóðni stofnunar hans, þannig að frá fyrri umræðu sem hér var fyrir hálfum mánuði, eða rúmlega hálfum mánuði. Þannig að óskar einhvern að taka hér til máls í síðar umræðum ársreikning og Fjarðabyggðar og stofnunar út frá því. Og sem svo menn lýstu hér afstöðu og fóru hér ágætlega yfir niðurstöður hans á síðasta fundi, en svo verðist ekki vera. Þá ætla ég að bera ársreikning Fjarðabyggðar og stofnunar 2018 hér til atkvæða, þess hans samþykkjum merki. Hann sagði með 9 atkvæðum og nú mun fjármálastjóri fá að fara á milli og biðja fundamennum að undirrita ársreikning. En við höldum þá áfram í dagskránni og förum næst í fundargerðir bæjarráðs sem eins og áður sagði eru 3 hér undir, tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu og orðið laust þær. Eydís Ásmundsdóttir er beðin máli gerð svo leitis. Forseti, bæjarstjóri ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði. Í fundargerð 610 það var skýrsla KPMG stjórnsýsluskoðun. Þar voru minniháttar athugasemdir sem ábendingar sem bæjarstjóri fylgt eftir og lagað með sviðsstjórum. Það er liðið 2 og 3, ég ætla kannski að fá að taka þá liðið saman. Það er reglur garðslátt fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega sem og reglur snjómokstur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. Og þessi umræða hefur þetta verið hérna hjá okkur, búin að fara yfir þetta áður. Þarna hefur verið að tala að veita þjónustu fyrir íbúa 67 ára eldri og öryrkja sem eru þá 75% öryrku. Reglurnar voru samþykktar í bæjarráði og þær eru teknar svo hérna fyrir sérliða eftir. Framkvæmdasviðið er að vinna að gjaldskrá og eignaskipulags- og umhverfisnefnd mun taka það svo fyrir og þá mun svona endanlegu kostnaðar liggja fyrir. En bara svo það sé alveg sagt að hérna það eru í rauninni tekjuviðmið sem verða inn í því. Það er liður 7, samvinna framtíðar uppbyggingu seiðaeldis í landi Flateyrar í Reyðarfirði.
Það kom bréf frá framkvæmdastjóra Laxa, Jens Garðari Helgasyni, bæjarfulltrúa sem er í leyfi núna, þar sem hann óskaði eftir samvinnu framtíðar uppbyggingu og seiðiseldi í landi. Flatir á Reyðarfirði og bæjarstjóri falið að hefja viðræður við Laxa HF. Það var liður 8 almenningssamgöngur í Fjarðabyggð. Það var stofnaður starfshópur sem fer yfir svona almenningssamgöngur innan Fjarðabyggðar og skoða þau mál, og bæjarstjóri Karl Óttar Pétursson, hann er í forsvari fyrir þessum hópi. Fundargerð 611. Þar voru lagðar fram reglur eða tillaga reglum gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2020 til 2023. þar sem fjármálastjóri fór yfir það með okkur og breytingarnar sem í rauninni við ætlum að byrja fyrr, og þessar reglur verið teknar fyrir hérna eftir, og þannig að strax núna í maí þá munu nefndir hefja vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs. Það er liður 7, bygging vatnsgeymis á Fáskrúðsfirði. Það kom inn erindi þar sem að var frá framkvæmdasviði, þar sem að var lagt til að byggður eru vatnsgeymir á Fáskrúðsfirði og framkvæmdum við skólaveg eru frestað, og einnig lág fyrir kostnaðaráætlun með. Bæjarráð samþykkti byggingu vatnsgeymisins, en gerðar breytingar á framkvæmdar og fjárhagsáætlun sveitarfélagsins sem byggja á vatnstank á Fáskrúðsfirði. Verður henni forsendur verði sett í forgang í sumar, og þegar kostnaðurinn liggur fyrir, það er þetta gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun að hluta, en framkvæmdasviðið fer að hefja undirbúning og jafnframt að það hagkvæmt sé að bjóða samlega út aðra framkvæmdir við vatnsveitu mannverki. Hér verða teknar, umferðarlagasamþykktin verður tekin fyrir á eftir. Við liður 11, það gjaldskrá samgöngur ungmenna að 18 ára eldri. Við vorum búin að samþykkja að vísa til viðauka 500.000 sem að það mun kosta okkur fram að 1. september, en það er hægt að fjármagna, það fjármagn finnst innan rammans, þannig að bæjarráð afturkallaði þá ósk að gera viðauka. Á þessum fundi komu 2 fyrirspurnir frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Háskólasetur Austfjarða, og mjög fínar fínt að taka hans umræðum þetta, en Háskólasetur og í rauninni bara hver staðan væri á verkefninu. Við ræddum það, og það verkefni er þetta bara í réttu ferli og vinnslu, og kannski ekki komin, og það bara er í góðum farvegi, og við óskum einmitt eftir því líka að fundagerðir hópsins þessar nefndar munu koma fyrir, mun taka það fyrir fund bæjarráðs. Einnig kom fyrirspurn vegna bókunar eða framhaldi af bókun bæjarráðs 1. nóvember 2018 vegna ákvörðunar húsasmiðjunnar að loka hér í Fjarðabyggð, og það sem að bæjarstjórn batti stofnanir sem og aðra hér heima að snúa eiga viðskipti hér í okkar heimabæ, og það er bara og það við ræddum það í framhaldi af því að bæjarstjóra var falið að fylgja því eftir við sína sviðsstjóra, og einnig höfum við fengið aðila á framkvæmdastjóra fyrirtækja, það minnast á Krónuna og Renning, sem að hvetja að versla
að líka hafa samband við þau fyrirtæki sem væri hér og reyna að fá mér í verslun hérna heima. Það var ánægt að segja frá því að Evrópumeistaramót í keltneskum fangbröðum var núna á dögunum og þar lönduðu 2 Fjarðabyggðarbúar titli, Kristín Embla Guðjónsdóttir og Ásmundur Hálfdán Ásmundursson, og við óskum innlega til hamingju með það. Takk fyrir Dís. Aðeins að hafa kveðum hljóðsenda vil ég fyrst gera mikið athygli á því að liður og biðja fundarritarum að hafa í huga að liður 3.6 í fundi gerir 611. Það er ég vanhæf vegna sem ég vék af fundi bæjarráðs við afgreiðslu liðar þar sem ég tengdur aðilum sem tengjast í fyrirtæki í fjölskylduböndum. En ég óskildi sá liður verið tekið hér á eftir til umræða á afgreiðslu og fel þá varaforseta stjórn fundarins á meðan. Þannig að þegar við höfum lokið yfirferð þessum 3 fundagerðum bæjarráðs þá muni liður 3.6 eins og hann kemur út vel að tekið til umfjöllun og afgreiðslu. En ég glemdi að geta þess hér í byrjun sem ég átti að gera. Aðeins bara að fá að koma inn á nokkur atriði fundagerðum og svona vekja athygli bæjarfulltrúa að fá að ræða. Það er náttúrulega kannski fyrst liður 6 sem tengist ljósleiðaravæðingu 2019. Þó eins og kemur fram að vegna viðskiptahagsmuna er hluti þessa mál náttúrulega trúnaðarmál, en enga síður bæjarráð samþykkti að á þessum fundi sínum að bjóða út lagningu ljósleiðara. Það sem tengdi vera 32 tengistæðir í Norðfjarðarsveit og í botni Eskifjarðar ásamt rekstriðis ljósleiðara kerfis. Við þurfum að það hafa fleiri en einn aðeins lýst áhuga á aðkoma því og þar lendi verið að fara í útboð. Þetta er vonandi fyrsti, þá vonandi í framhald af því munum við fara í lagningu ljósleiðara nets á þessu svæði. Við munum halda áfram núna eins og við þekkja hér á Suðurfjarðarhlutanum sem er hafinn, sem hefur verið í samvinnu við orkufjarskiptum, og síðan mun halda áfram í Breiðdal, það verk sem gengi var hófst í fyrra og það fari vonandi sem fyrst það framkvæmdi þar aftur. Við höfum svo eftir að fara jafnframt veitti bæða sem sagt setti bæjar að ganga undirbúninga að útboð og sölu og rekstri þess ljósleiðarakerfis sem er í Breiðdal. Við höfum svo sem áður sagt að við teljum, við erum að koma að þessu gegnum Ísland ljóstengt, að sóttum styrki til þess að fara í þessa ljósleiðarlagningu, en enga síður sveitafélagin eflaust eru margir hæfari en sveitafélagi til að reka slíkt net í framtíðar, og við erum semst að hefja núna þess feril hvað snýr að Breiðdal. Hinn verða svo í útboði að þessi Norðfjarðarhluti fer í útboð hjá aðilum sem áhuga að koma að slíkum rekstri, og við erum eftir að taka svo tillit til niðurstöðu þess útboðs. En með þessu þá náttúrulega erum að ná heilmiklum árangri í þessari ljósleiðaralagningu, og svo náttúrulega liggur fyrir eins og hefur áður hér komið fram að með því fjármagn sem hefur komið í gegnum ráðuneyti sveitarstjórnarmála og göngum út frá því að það hafi náðst þeir samningar, að þeir samningar hafa náðst sem þurfti til þess að komast á stað í ljósleiðarlagningu í Mjóafirði í sumar, sem við ætlum okkur náttúrulega í fyrra, sem er liður í náttúrulega öðru og stærra verkefni sem stendur á neðalínunni einnig, en mun verða náttúrulega afskaplega brýn framkvæmd til að koma fjarskiptamálum Mjóafirðar loksins fyrir vind, þegar það náttúrulega hefur verið alveg aðstæða þar hafa verið mjög erfið eins og við þekkjum öll síðustu árin, því að þegar snjóa tekur og erfið veður þá missa þeir örbylgjusamband sem nú er í Mjóafirði. Þessu verður hægt að snúa til, við snúum af þeirri braut með því að leggja ljósleiðarann. Við höfðum mikla vonum til þess að þetta verkefni myndi fara á staði fyrir sumar, en það náðist ekki samkomulag við landeigendur í Seyðisfirði, það sem lagnarleiðin er. Þeir samningar nú í höfn fyrir, ég held að maður segja, tilstýðir Rarik, að það er búið að ljúka þeim, þannig að vonandi bara núna þegar að meðfarslar aðstæðu leyfa og snjóalög, að þá er hægt að fara í það, og það þarf að gerast að miklum krafti, því að það er stuttur gluggi sem við höfum, tímagluggi veðurfarslega til þess að koma þeim ljósleiðar yfir, þannig að það verði komið í höfn í haust. Ég er svona vill lýsa bara mikil ánægði með það erindi sem við getum í lið 7, sem sagt laxar vilja fara að skoða með framtíðaruppbyggingu seiðeldis hér í sveitarfélaginu. Ég held að það sé verði ég held allavega hvað sem kemur út úr þessum viðræðum, þetta á náttúrulega heilangan feril framundan. Ég held að þetta sé samt mjög gótt að hefja þessu umræðu. Þetta er
liður í því að auka þá það sem hér í tengslum við laxeldið og uppbyggingu sem þar lítur. Bara aðeins að minna náttúrulega bæjarfulltrúa bara á aðalfund Sambands sveitarfélaga Austurlandi sem nú fer fram 7. maí. Þetta breyting frá því sem var, því að við höfum þetta verið með haustfundina. Haustfundin verður núna með öðru sniði, það ekki aðalfundur heldur það þá tekin haustþing þar sem farið yfir ályktanir og önnur mál sem liggja fyrir sambandinu, en að voru verið haldin aðalfundur þar sem fara fram hefðbundin aðalfundstörf og það núna næsta þriðjudag. 7. maí fyrsta skipti á þessum, og það náttúrulega farið eftir, náttúrulega við höfum kosið fulltrúa og gerum árlega til setu á aðalfund SSA og bara eins og flokkarnir þekkja að menn farið bara vel yfir þeir sem ekki, aðalfulltrúa sem ekki heimagengt á kallinn varafulltrúa og svo framvegis. Aðeins hvað varðar síðar umræða þá kom inn á það sem eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs tengslu við byggingu vatnsgeymis og Fossvogi. Ég held að við þekkjum öll það ástand sem verið hefur langt skeið í vatnsveitinu á Fossvogi. Hún náttúrulega, bærinn hefur, þéttbýlið hefur liðið mjög fyrir þegar mikil vatnsnotkun í tengslum útgerðar á Fossvogi, þá hefur átt erfitt með að halda uppi bara þrýstingi vatns í samfélaginu á Fossvogi, sérstaklega í efstu byggðum. Bæði komin til bara ástand kerfisins sem orðið mjög gamalt og þolir illa aukinn þrýsting og það hefur verið vandkvæðum háð. Við settum í fyrra í gang verkefni sem dælir, það er komið dælubúnaðar sem dælir upp í efstu húsin, náttúrulega samhliða því sem hefur verið að vinna í skólavegi með útskiptingu á öllum þeim lögnum sem það eru, sem hefur líka hjálpað mér til. En til þess að við náum vel utan þetta verkefni þá þarf að koma til bygging vatnsgeymis eða vatnstanks í fjallinu til þess að miðla vatnsforða niður. Þess vegna það mjög brýnt að við ráðumst í það verkefni í sumar og það verið sett í ákveðin forgang. Það svo eins og kemur fram í bókum bæjarráðs, sama tíma viljum við aðeins sjá, það bæði gert ráð fyrir að hlut til í framkvæmdaáætlun vatnsveitunar, því að vatnsveitan bírhjóttafyrirtæki, að við sjáum hvað kemur úr því útboði og þegar það sá kostnað liggur fyrir, hvernig við horfum svo til frekari framkvæmda í skólaveg, hvort að þeim frestað svo lagt það til eða hvort við tökum þá einhverja skemmri kafla, en rétti nú að ljúka þessu útboði, sjá hvernig við stöndum gagnvart því og svo reynum að vinna krafti til þess að fara að ljúka því verkefni sem hefur gengið afskaplega vel síðustu 2 ár, hefur unnið að krafti í skólaveginum. Það hefur náðst heilmikill árangur því að það var þetta sú framkvæmd var mjög brýn, það þekkjum öll sem hér hefur verið. En það líka fyrir, við þurfum að fara í byggingu fleiri vatnsgeyma eða vatnstanka í okkar kerfi. Við þurfum að fara í byggingu heitavatnstanks á Eskifirði, miðlantanks út í fyrir ofan þéttbýlið utanlega til þess að jafna þá dreifingu sem það er mjög brýnt, og eins þarf líka að fara í byggingu vatnstanks við vatnsveituna inn í Fannadal á Norðfirði. Þar ennþá vissuleyti voru settir upp bráðabirgðatankar þegar það svæði var tekið í notkun og við þurfum að fara að ljúka, við þurfum að fara að horfa til þeirra, þannig að það sjálfsagt að skoða líka í tengslum með þetta útboð. Þetta eru verkefni næstu ára hvort við getum einhvern hátt skoða hvort það sé hagkvæmt að bjóða út sérhæfða byggingar og þessi tankar að mörgu leyti, að bjóða út fleiri en einn þú trófum mig frá ári til árs. Þannig að mannvirkjasviðið var falið að framkvæmdasviði var falið að skoða alla möguleika þeim efnum. Aðeins við lið 9 sem stefnumótun í fiskeldismálum, það aðeins eins og með þekkja, við höfum unnið hér fyrir bæjarstjórn vann hér á þverpólitískan hátt mjög mikið starf og starfshópan á þennar vegum stefnumörkun okkar í fiskeldismálum, því að sem við staðfestum hérna 20. júní sem hluta atvinnustefni, þar sem við lögðum kannski ákveðnar línu sem við töldum rétt að sveitarfélagi hefði í þeim málum. Við höfum náttúrulega farið yfir það að við viljum gjarnan og viljum eins og öðrum atvinnugreinum standað uppbyggingu laxeldis eða fiskeldis hér í sveitarfélaginu. Við viljum líka hafa á því skoðun og teljum eðlilegt að hún komi fram. Við teljum rétt að það fari fram gott samstarf milli sveitarfélagins og þessar fyrirtækja, þó að lögformlega hliðin snúi öll að ríkisvaldinu. Og við töldum rétt að hnykkja á því núna að því að nú í gangi heilmiklar rannsóknir og annars sem snúa að burðarþolsmati fjarða og frekari leyfisveitingum þegar líður á haustinu,
að ítreka það bæði umhverfisráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir samþykki hér verndun gerpisvæðisins. Við höfum leið og við höfum sagt að við viljum sjá hér laxeldið, þá viljum við líka stýra hvernig það er. Gerpisvæðið svæði sem við höfum hort til ekki síst tillitið sem ósnort í víðerni með ferðamennsku í huga og náttúruvernd, að það sé réttar að halda þeirri heildarmynd. Og svo náttúrulega líka gríðarlega mikið að eftirlitsháttur þessar starfsemi verði hér í heimabyggð. Það hefur marg oft farið yfir, ekki bara hér heldur á fundum okkur með hvað sem ráðherrum og þingmönnum, að það lykilatriði. Eftirlit verður ekki því verður illa sinnt langa vegu að, og ég held að sé bæði greininni og öllum til góða að það sé hér og það sé virkt og gott eftirlit sem geti farið saman með þessari miklu uppbyggingu. Þannig að þetta svona það helsta, og svo er þetta bara eins og fyrir hönd bæjarstjórnar, eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs, ítreka hamingjuóskir til Evrópumeistarann okkar sem við vorum að eignast hér núna á dögunum, þegar að þau Kristín Embla og Ásmundur Hálfdán voru lönduðu titlum, Ásmundur 3 og Kristín Embla 1 Evrópumeistaratitlum á þessum Evrópumeistaramóti í keltnesku fangbröðum. Þannig að þetta var það sem ég vildi inn á koma hér, en orðið laust fundagerðir bæjarins einhverjus ljós. Svo virðist ekki vera, þá berja þessar 3 fundagerðir upp að undanskilindum lið 3-6. Þeir sem það samþykja, það eru sagðið með 9 atkvæðum. Þá ætla ég óska eftir því að Eydís Ásmundsdóttir taki við stjórn fundarins undir lið 3-6. Ég mun víkja úr salnum. Já, ég ætla að taka fyrir lið 3-6, leig á Kirkjumel, og það samningur sem var til samþykktar tími til samningum leig á Kirkjumel í Norðfjarðarsveit til Hildibrand SLF. Eitthvað sem vill taka til máls? Þá ber ég þennan lið upp til samþykktar. Hann samþykktur með öllum 8 greiddum atkvæðum. Þá má Jón Björn koma í salinn. Forsetinn að slóra Já, hann fór út og kom svo aftur eitthvað. Ég komin að nýju, ég fór að niður í handinni. Þakka fyrir Eydís. Nú vil komin á það í tengslum við samþykkt okkar á ársreikningi, þá jafnframt fært í fundagerð að staðfesting á ábyrgðar og skuldbindingar í Fjarðabyggðar sem hluti af bókun sem það fallar, og það hafi verið jafnframt samþykkt leið og samþykktir ársreikningur. Það kemur fram í fundagerð. Þá förum við næst í fundagerð eignaskipunar og umhverfisnefndar nr. 231. Vill einhver kveða sér hljóðs þá fundagerð? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég hann eftir saðinga, þess að hann saðinga með skeiðmerki. Hún saðinga með 9 atkvæðum. Þá eru næstkomin fundargerðir með þess að landbúnaðarnefndar nr. 22, 23 og orðið laust fundargerðir landbúnaðarnefndar sem fór tók á ýmsum málum sem snerta samfélagið okkar. Engin kveðsljóð sem þær, þá ætla ég að bera eftir þess að það er sannkjum við skeiðmerki. Sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum konið í fundagerð hafnarstjórnar númer 218 og 219, þær eru 2, og leiði ég ánum ældarska óskættir að fá að taka til máls aðeins og fara hér bara yfir það sem hér var til umfjöllunar. Þannig að fyrst kannski fyrsti liður sem snýra efnistöku Norðfjarðarflóa, að það var lögð fram til að matsáætlun efnistöku í sjó úr Hellisfirði. Ég ætla aðeins sem kom inn á það, því að eins og þarna var samþykkt, þá náttúrulega samþykktu drögin. Þetta er búið að leggja mikla vinn í þessa matstillu og eins og menn að tekja
frá vinnu okkar við matstiluguna hér á Eyri vegna efnistökunar hér við Eyri í Reyðarfjörð, þar sem við höfum haft. En leið líka óskum eftir umhverfisstjóri hefur stýrt eða verið haldið utan þessa vinnu, að hún taki þessi sama minnisblað feril umsókn hjá Orkustofnun vegna efnistöku sjó. Við höfum óskað eftir fundi með orkumálastjóra, hann hefur ekki getað, var fjarverandi, er að koma aftur núna í næstu viku til vinnu og við höfum óskað eftir því að ganga á hans fund, bæjarstjóri og ég sem formaður Hafnarstjórnar, og fá að afhenda þetta minnisblað og fara þess yfir þetta. Ég hef farið yfir þetta áður hér við bæjarstjórn, að það veldur okkur verulegum áhyggjum hvernig þessum málum er haldið hjá Orkustofnun. Orkustofnun er það apparat eða sú stjórnsýslustofnun sem gefur út þessi leyfi vegna efnistöku sjó, að fengnum náttúrulega umsókn skipulagsstofnunar og eftir náttúrulega feril sem er mjög viðamikill orðinn, og ég ætla ekki að gera lítið á því að nauðsynlegt sé að það sé gætt vel að umhverfisáhrifin við efnistöku sjó og þau áhrif sem það hafa bæði á hafsbotn þar sem þessi efnistaka fyrir fram, og eins líka á breytingar á landi sem við séð getur orðið við slíka efnistökum. Þegar það liggur fyrir og hefur hlotið umfjöllun skipulagsstofnunar, þá höfum við lent í því að við höfum þurft að bíða svo mánuðum skiptir eftir að fá þessi mál fyrir tekið og Orkustofnun fá slíkt útgefið. Eflaust að bak við þetta einhverju skýringar, hvort sem það er vegna manna, fæðar eða hvað svo sem annað er, en enga síður er þetta óásættanlegt. Þetta er algjörlega óásættanlegt að sveitarfélög, og við höfum nú þegar orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þessa seinagangs í tengslum við efnistökuheimildina og við Eyri í Reyðarfjörð, þar sem var endurnýjun á leyfi. Við höfum unnið áður rannsóknir, við vorum búin að, og það er talið henta mjög vel til efnistöku það svæði, að við höfum ekki að fengið það leyfi afgreitt, ekki síðast þegar mér var tjáð hér af starfsmönnum, og það er bara fyrir nokkrum dögum, og þeim tíma hafðum við uppi samkomulag við aðilar sem ætlaði að dæla það sem eru hér nú farnir úr landi með sín skip, eða með sitt skip sem fór hér, hollenskt fyrirtæki sem hafði vunnið fyrir okkur við uppdæling á Mjóari. Þannig að við höfum þegar orðið fyrir áþreifanlegu tjóni af þessum völdum þess seinagangs. Við höfum líka óskað eftir fleiri stöðum til þess að fara að vinna að, og óskað eftir heimild til að fara í slíka undirbúning. Við höfum ekki fengið svör við því. Elstu fyrirspurnir eru síðan 2017, maður rétt, sem umhverfisstjóri lagði fram, og þetta er náttúrulega engan hátt boðaleg vinnubrögð. Þetta tengist ekkert vandaðri stjórnsýslu, sko, ef það er einhver yfirskrift á þessu. Þetta tengist bara seinni stjórnsýslu, sko. Og það og þannig að það er mjög brýnt að við náum fundi orkumálastjóra til að fara yfir þessi mál í heild sinni, því að við getum ekki beðið, við vitum að það eru fjölmargar framkvæmdir sem okkar bíða í framtíðinni. Við höfum rætt það, svo tengist nú þessu, eða ég tengi þessu, þá höfum við rætt náttúrulega það möguleika líka að fara betur yfir málatökumál hjá okkur, því að þetta er einn grundvallaratriði þess að hægt sé að fara í uppbyggingu í Fjarðabyggð, er að hafa aðgang að efni. Við þurfum líka að fara yfir, við þurfum að koma slíku á hér í landi, þannig að þetta sé ekki flöskuháls í framkvæmdu hjá okkur, og líka bara til að stýra því þannig að það sé ekki gengdalus þá ágangur á stöku staði með tilheyrandi raski, heldur að því sé stjórnað eins vel og hægt er. Þannig ég vonast til að núna fljótlega að ná við fundi orkumálastjóra og afhenda á þetta og fara aðeins yfir og fá þá einhver svör á hvað veldur þessari gríðarlega langa afgreiðslufresti sem á þessum leyfum hefur verið. Þetta er svo kannski að það helsta sem þetta kom, svo sem bara sem við þekkja hér hefur til umfjöllunar ESU-bað við uppbyggingu á palli, útsýnispalli við Norðfjarðarveita, mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni sem Páll Björgvin sótti hér byggilegumsumsókn, og við svo sem bara höfum ítrekkuð svo fyrirsandur við sem eigendur vitans sem við Hafnarsjóður er að svo lengi sem þess gætt bara að siglingabúnaður eða ljósbúnaður og fjarskiptatæki haldi gildi sínu, að þá sjá ekkert þess til fyrirstöðu hvað varðaði svo hluta þessar umsóknar að hafa umsjón með umhyrðuna. Þá er það náttúrulega ekki í valdi sveitarfélagsins að hafa neina áhrif á slíkt þar sem við erum ekki eigendur þessu mannvirki, og
og þá bara það. Síðan vil ég aðeins koma bara inn á í 219 og sem þetta tengist fundi eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Þannig 23. apríl síðastliðinn þá heldum við sameiginlegan fund nefndarinnar eins og var búið að samþykkja og staðfesta hér í tengslum við skýrslu sem kom út á vegum í tengslum við sem sagt gerð Norðfjarðargangna. Þá var vegagerðin með efnistöku heimild úr Norðfjarðar á og samdi þá við Hafrannsóknastofnun vöktun árinnar vegna veiða, silungsveiði í henni, og þessi skýrsla var kynnt hér daginn að beiðni veiðifélagsins sem það sem kemur fram að það er mikill samdráttur í veiðum, bleikjuveiðum í Norðfjarðar á, sem er afskaplega miður því að við erum mjög heppið sveitafélag, við erum tvær, en við erum náttúrulega hér margar góðar ár en tvær af þeim samkvæmt fróðum mönnum, Skararhamn náttúrulega Breiðdalsá með sína laxveiði og síðan Norðfjarðar á sem hefur verið í svona efstu sætum bleikjuveiði á landinu og það er mikil hann niðursveifla, þannig að við óskum eftir því að fá fund með Guðna Guðbergsinni sem er í Hafrannsóknastofnun og vann þessa skýrslu með veiðifélaginu þessar tvær nefndir og jafnframt að boða til opins íbúafundar kvöldi til þess að fara yfir skýrsluna og fá svona viðbröðin. Það liggur fyrir að það er samdráttur í bleikjuveiði mjög víða landið í ám sem einhverju leyti sérfræðingar telja að það geti skýrst af loftslagsbreytingum og breytingu á sjávarhita. Þessi sjóbirtingur fer fjölgandi en bleikjum fækkandi, en líka séu ákveðnir umhverfisþættir sem að þessu geti líka haft áhrif, bæði malartaka úr ánni á endurtekið malartaka á sömu svæðum í Norðfjarðar á sem er náttúrulega háð leyfisveitingum og þá því sé þá stýrt með innan ákveðins tíma og það sé þá reynt að gera það þannig á verkum því að við vitum að sjálfsagt mun ekki malartöku vera hætt að öllu leyti Norðfjarðar á, bara ljósi þess að það er erfitt að fá slíkt efni og svo einnig þá að það sé ákveðin vernd og í kringum ósa Norðfjarðar á þar sem fiskurinn gengur út og fer áður en snýr aftur inn til að hrygna þar sem hann er meðan hann er í sjónum þá sé reynt að fríða í kringum það þannig að hann njóti fríða meðan hann undirbýr ferð sína inn í ána. Það er svona eftir spilar stærst inn í netaveiði og annað slíkt. Þannig að við áttum, þetta var fínn fundur og það var fjölmennur fundur til þess að gera kvöldið, íbúfundur, það sem var falið vel yfir þetta. Við erum núna, tókum þetta fyrir að nýjum og hafnarstjórnarfundi og hafnarstjóra var falið að fara svona yfir. Það hefur verið til umræðu bursið frá þessu og líka að takmarka umferð hafnarsvæðin, stóru hafnarsvæðin á Norðfirði og annar staðar í Fjarðabyggð og beina frekar veiðinni á þessar minni bryggjur, það sem er ekki þungavinna í gangi, sem snýr aðalega öryggismálum hjá okkur. Það er þetta mikil umsvif á fiskveiðivirinu og það er mikil umsvif á bræðslunum okkar. En við eigum svo heppinu, við eigum líka margar fleiri bryggjur, vítt og breitt, sem hægt er að beinað, sem þetta kannski óbeint tengist þessu að var vakin athygli á, að því að það er náttúrulega fiskurinn fer hringinn í þessum á þessu hafnarsvæði í kringum þessar bryggjur meðan hann er að aðlaga sig og komast inn. Þannig að þetta var reynt með ágætum og nú er bara spurning hvernig við getum á svona staðið því. Ég held að við sem öll saman á það að við viljum verja þessa á sem og aðrar ár því að það er mikil lífsgæði og bara mikil svona auglýsing fólkin í fyrir sveitafélagi, hér séu góðar veiði ár sem séu sjálfbærar. Þannig að þetta verður svona eitthvað sem nefnda muni vinnað áfram. En það var ekki fleiri hversi hljóðsundir fundargerð Hafnarstjórnar, fundargerðum. Svo virðist ekki verið, ég ber þar upp til saðendar, það er saðendar með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð íþrótt tómstundinættur með 59, vil eitthvað þessi hljóðsum hana. Pálína Margeirsdóttir gerði svo vel. Já, forseti bæjarstjóri og góður fundarmenn. Mér langar aðeins að vekja athygli þarna á lið 10.1 í fundargerð íþrótta og tómstundinættar, en þar sem sagt ungmennaráðstefnan ungt fólk og lýðræði, þetta er semst í 10. skiptið sem að ungmennaráð Ungmennafélags Íslands stendur fyrir þessari ráðstefnu og hún var haldin sem sagt 10.–12. apríl í Borgarnesi og yfirskriftin var Betri ég, hvernig get ég verið besta útgáfan og sjálfum mér. Þessi ráðstefna er ætluð fólki á aldrinum 16–25 ára og við höfum verið að senda 2 þátttakendur síðustu ár sem að hafa þá verið að koma úr ungmennaráðinu okkar. Þetta er náttúrulega
flotta skrá og þetta er rosa mikilvægt fyrir krakkan okkar að komast í eitthvað svona og mikilvægt að við höldum áfram að fara og það sem finnst eiginlega það sem ákveðin að fara upp það minnst svo frábært hvernig þetta er sett upp, það er alveg sama hvaðan á landinu þú ert, það borga allir sama gjald á ráðstefnina, það eru 15.000 krónur og það eru ferðir uppihald og ráðstefna. Þannig að eins og fyrir krakkana okkar ef þetta væri þannig að það ætti að fara að borga ferðarkostnað og við höfum að senda 2-3 aðila þá sjáum við það væri bara mörg 100.000 að fara að senda. Þannig að mér finnst það eiginlega það gefur öllum þetta jafna tækifæri sem við erum alltaf að tala að sækja ráðstefnuna og þarna eru bara 80 sæti í boði. Þannig að menn hafa ekki langan tíma til að hugsa það, mann ætla að fá að vera með, sem ég veit svo sem ekki alveg hvernig er úthlutað, hvort að menn getur örugglega ekki bara óskætt í 10 sætum, það fyrir örugglega eftir stærð sveitafélaga, en mér finnst þetta virkilega flott, hvernig þetta er uppsett. Síðan langar mig aðeins bara að koma inn á er það ekki liður 10.4, úthlutun íþróttastyrkja, en íþrótt- og tómstundanefnd var sem sagt að úthluta hana íþróttastyrkjum til félaganna okkar, deilum hversu stórar upphæðir þetta eru, hvort okkur finnst það stórar eða litlar, en allavega það sem við höfum verið svona frekar mikið bara niðurnjörvað, þannig að megin félögin okkar 6, þau eru að fá 45% af upphæðinni sem er þá skipt eftir barnafjöldum í skólum. Síðan erum við með ferðastyrki, styrki til samvinnuverkefna, styrki til landslýsfólks og svo sérverkefni. Og í rauninni þeir ferðastyrki sem við erum að veita, þeir fara sem sagt, eru bara á móts við, þeir fá sömu uppfæð frá okkur og þeir eru að fá úr ferðastyrk frá ISI. Þannig að við í rauninni bara förum nákvæmlega eftir þeim. En þetta eru rúmar 13 milljónir sem þarna er í styrki og til þess að fá þessa styrki þá þurfa menn að skila inn sem sagt ársreikningum, ársskýrslum og fundagerðum aðalfunda. Þannig að það er enginn að fá pening nema að sé einhver virkni í félaginu sem hann er í. Takk. Það verið Pála, við erum fleiri kvæðsljós fundagerð íþrótt- og tómstundanefndar, svo verðist ekki verið Bernhard Saðnættar, hún er Saðnætt samhljóða. Þá er næst tvær fundagerðir barnaverndarnefndar, númer 99 og númer 100. Orðið laustum þar vill einhver þessi hljóðs, svo verðist ekki verið Bernhard Saðnættar, það eru Saðnættar með 9 atkvæði. Þá erum komin liðin almenn mál og það er fyrst reglur garðslátt fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. Bæjarráð hefur samþykkt regluna fyrir sitt leyti með breytingum og vísa þeim til staðfestingar í bæjarstjórn eins og hér kom fram áðan í yfirferð bæjarráðsfundagerðar. Þá liggur fyrir að gjaldskrá verður unnin svo er verið að vinna á framkvæmdasviði en að regluverkið að öðru leyti þessa þjónustu. Vill einhver þessi ljóðs reglundar. Svo verðist ekki verið Bernhard Saðnættar, það eru Saðnættar með 9 atkvæði. Þá eru reglur snjómokstur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. Það er það sama, bæjarráð hefur tekið þær fyrir og samþykkt þær með breytingum og vísaðum til staðfestingar í bæjarstjórn. Það er einnig verið að vinna að gera gjaldskrár og í trausti þess að mun ekki snjóa meira þetta vorið þá er ráðrúm til þess. Það vil einhver hver þessi hljóðsreglundar, svo verðist ekki vera þá er það bara þess að það með 9 atkvæði. Þá erum komið lið 15 sem er reglur um kjörina fulltrúa. Þannig er lögð til endurskoðunarreglum um kjörina fulltrúa ferðarbið að því leyti til að þannig verið að bæta inn vegna kjörina fulltrúa sveitafélags í öldungaráð. Öðru leitur ekki breytingar á þessu hjá okkur en það sem öldungaráð hefur nú hlotið lögformlega stöðu og í það skulu koma 2 fulltrúa frá sveitafélaginu og síðan frá félag eldri borgara. Þá þess var ekki getið í reglum okkar um kjörina fulltrúa þannig að við bættum þannig að við varum að ræða viðbót að því leitinu til þannig tekið á því á sama hátt og aðrir nefndarmenn fá og bæjarráð hefur samþykkt þess að endurskoða reglur og vísa þeim til staðfestingar og eins og ég vil ítreka þannig er ekki að ræða aðra þá breytingu heldur en að þannig vera bætin þessum 2 eða þessum fulltrúum sem þarna sitja fyrir eins og í öðrum nefndum hjá sveitafélaginu. Orðið laustum þetta. Engu þess hljóðs ég betur Saðnættar með 9 atkvæði. Þá erum komin í lið sem fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020-2023.
Hér eins og hefð komin hér til að reglum gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár og næstu 3 ár, næstu 3 ára fjárhagsáætlun með svipuðum formerkjum og umhaldi eins og verið hefur síðustu ár. Nú ástæða þess að við erum hér núna það að við höfum svo sem síðustu 2 ár stefna á það að hefja fjárhagsáætlunargerðina fyrr á árinu, vera að koma með svona umfang, ramma og fleira áður en fyrir sumarið, þannig að þetta sé komið lengra á veg fyrir hausti og gefist þá betri og meiri tími til þess að fara yfir þær fórsendur. Og í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar hvers árs þá lagðar fram tillögur að reglum sem hefur verið samþykktar af bæjarráði og þeim vísa hér til umræðu og atkvæðagreiðslu með einhversi hljóðsum reglumar, svo ekki þá byrja eftir saðum við nýja atkvæðar. Þá erum komin lið 17 sem fjárhagsáætlun 2019 viðauki 2. Hér lagði fram viðauki 2 við fjárhagsáætlun í tengslum við kaup sveitarfélagsins sem samþykkt voru í bæjarráði hafa hlutið staðfestingar bæjarstjórnar á kaupum á Egilsbúð 1 eða sem sagt segja þessum einu sem var kallað skrifstofu hluti Egilsbúðar var svo gistiheimili og í þeim kaupum lagt fram húsið Miðstræti 1 sem áður hýsti náttúrugripasafn í Neskaupstað sem var lagði upp í að ræða kaup af sparisjónum í tengslum við þá vinnu sem við verið í við verkefni hús frístundana, þannig að Egilsbúð sé þá í fullu í eigu sveitarfélagsins þá aftur að nýju því að þetta var selt fyrir fjöldamörgum árum út úr rekstri sveitarfélagsins þessi hluti Egilsbúðar. Kaupverðið 28 milljónir. Miðstræti 1 lagt fram sem ígildi 18 milljón króna greiðslu og mismunurinn greiddur með peningum sem svo aftur verður mætt og þessum viðauka með sölu annara eigna, en enga síður þá gerum við viðauka nú þegar þar sem handbært fé lækkar 10 milljónir og fjárfestingar í eignasjóður hækkar 28 milljónir. Þarna verður líka einnig til sölu hagnaðar að bókvært verð Miðstrætis 4 milljónir og bókfærður sölu hagnaðar í rekstu verður 14 milljónir og 10 milljónir svo greiddan sá það sagði með peningum. Þannig að eins og mér hafa séð þá búið að leggja fram viðauka þessu til staðfestingar við hversu hljóðsum viðaukan svo verðist ekki verið að hann sagði þetta með nýja atkvæða. Þá hér lögð fram til drög að samþykktum breytingu til fyrri umræðu. Hér að ræða í tengslum við svo sem lítið aðra sem fengið samþykkt lögð fram drög að samþykktum breytingu og samþykktum stjórn og fundarsku bæjarstjórnar vegna uppfærslu á F-lið 62. grein kosningar og viðaukaði samþykktum fullnaðarreglustu fastanefnd og embættismanna. Og jafnframt lögð fram tillaga fullnaðar framsal grenndarkynninga, landaskipt og sameininga jarða til eigna skipur og umhverfisverndar. Bæjarráð hefur farið yfir þessi drög felist í það að það gefst beiðra ráðrúm til að kjósa í þær svokallaðar einsásnefndir, það sé ekki bundið við fyrsta fund bæjarstjórnar eftir kosningar heldur þá fyrsta eða annan fund og jafnframt að það farið fram í júní ár hvert. Svo var tekið til umfjöllunar þessi tillaga um að fela eignaskipulags- og umhverfisnefnd fullnaða framsal á því að afgreiða grenndarkynningar sem þekkja þá fara grenndarkynningar og landskipti og sameining jarða hingað til umfjöllunar og afgreiðslu sveitarstjórnar fara til umfjöllunar eignaskipulags- og umhverfisnefnd það var ekki fullnaðavaldið. Við fórum með þessi drög, við teljum að svo stótt að það sé ekki hægt að fara í þetta frekara framsal á þessu vegna þessi lögum hvort sem landskipti sem þarfnast þá umfjöllunar og samþykki sveitarstjórnar áður en fer til landbúnaðarráðuneytisins til samþykktar ráðherra og jafnframt í að grenndarkynningum að það kveðið mjög skýrt á í lögum að þetta þurfi að hljóta samþykki og umfjöllun sveitarstjórnar hverju sinni. Þá teljum að það sé ekki hægt þannig að það verði áfram sami háttur á en að öðru leyti laga til þessar minni háttar efnislegu breytingar og það eru hér til fyrri umræðu vil einhverjum ljóðs. Svo verðist ekki verið að byrja eftir samþykktar að samþykkt til með nýja atkvæða vísa þeim til síðar umræðu í bæjarstjórn næsta fundi hennar. Þá erum komin lið 19 sem eru umferðarsamþykkt Fjarðabyggðar. Að ræða að umferðarsamþykkt sem var sett
á árinu 2016 fór í gegnum ákveðna endurskoðun á árinu 2018 og var send aftur að nýju til auglýsingar, en það þarf að lista upp það breytingar sem voru þá gerða, sem voru staðalega biðskildum og fleira ákveðnum götum. Það eru umferðarsamgöngur ekki lögð fram í heild sinni endurskoð heldur einungis breytingarnar, og í umfjöllun nefndarinnar var ákveð að taka jafnframt fyrir lagningabann á norðanverðu á Ásgarði 4 til og með Tröllavegi 3 næsta. Í tengslum við þær breytingar þarna að ræða Ásgarður afskaplega þröng lítil gata að hluta, sem gerir það verkum að ef heimil svo nú heimil lagning beggja megin, hún talið að muni hindra umferð slökkvilis og sjúkrabifreiðar. Hún þurfi slíkar bifreiðar að komast þarna að þá sé einungis sagt að leggja öðrum megin þeirri götu, þannig að skipulag umhverfisnefnd lagði þessa breytingu til einnig, bæjarráð samþykkt tillögurnar og vísar hér umferðarsæðinu að breytingum, það er kannski rétt að halda þannig, að breytingum umferðast til fyrri umræðu hér í dag. Verða svo listar upp breytingar og senda til staðfestingar gerða sem viðauki umferðarsæðinu. Lengur þessi hljóðsýr í fyrri umræðu. Svo verðist ekki vera, ég ber eftir samþykktar að vísa inn í síðar umræðu, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum komin hér lið stjórnkerfisnefnd. Fyrst hér frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar málum stjórnkerfisnefndar. Bæjarfulltrúar hafa sammælst það að vísa þessu lið aftur til stjórnkerfisnefndar frekari vinslu vegna frekari gagna, og það var hér vill einhver guðis ljós. Svo ekki, þá bókast það þannig að þessi liður fari stjórnkerfisnefndar að nýju og komið svo hér þegar það hefur verið tekið þar til frekar umræðu. Þá hér seinni liður sem stjórnkerfisnefndar líka, og það hefur vísað frá bæjarráði í umboði stjórnkerfisnefndar sem sama nefndin til afgreiðslu tillögu sem leggur til að skipulagsbreytingar sem áður hafi samþykktar á stjórnkerfi sveitarfélagsins sem lítur að starfi mannustjóra, að hann heyri beint undir bæjarstjóra í stað bæjarritara. Vill einhver þessi ljós þessa breytingu. Svo verðist ekki verið bernu upp. Hún sagði með 9 atkvæðum og þar að leiðandi hefur svo breyting til gildi, tekur hún gildi og starf verður þá auglýst í framhaldi af því. Góðir bæjarfulltrúar, hér er þá tæmd dagskrá bæjarstjórnarfundar í dag og hér er boðað til bæjarstjórnarfundar að 9 með dagskrá þann 16. maí. Fleiri verður hér fyrir dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsettur og segi fundi slitið.